Það var að síga á seinni hlutan hjá okkur í föstudagsþættinum, en til mín í sófann komin hún Arna Sif og hún knattspyrnukona með Þór Káa og til hamingju þið voruð að komast áfram í hvað, 32 liða úrslit meistaradeildar Evrópu? Já, það passar. Það ekkert alveg á hverjum degi sem íslenskt kvennalið nær svona langt. Nei, það alveg rétt. Hvað vorum við að finna út að Stjarnan? Já, Stjarnan komst í 16 liða í fyrra. Já, það að lengsta sem að íslenskt kvennalið hefur náð. Já. Og hvað þá framundan núna hjá ykkur að spila? Sko núna það dregið á morgun hvað liðið við fáum. Já. Og ég held með minnir að leikirnir sem við spila svona frekar snemma í september. Já. Þá sérst heima og útilengur. Já, já. Og hvað eru margir leikir? Þetta eru bara, við fáum bara þetta eina lið og þetta eru bara 2 leikir, einn heima og einn úti. Já, já. Og svo liðið sem að hérna. Þú áfram? Já. Þá ertu komin í 16? Þá fyrir við 16 lega. Já, þannig þetta. Já. Ok. Og veistu eitthvað sirka hvaða lið þetta gæti verið sem við lendum á móti? Já, það komin einhver svona listi yfir hvað þetta gæti verið og það bara, það allt í rauninni. Þess að við getum farið til Frakklands eða Spánar eða Svíþjóð og Danmörk, þetta allt í boði, sko. Og það náttúrulega bara stefnan að vinna þessa leiki? Já, ég vona að við fáum mótherja sem að við eigum svona, við getum fengið einhvern sem að við getum bara viðurkennt hér að við eigum ekki breyki. En ég vona að við fáum lið sem við eigum svona þokkalega séns og getum þá komist aðeins lengra. Ykkur búið að ganga skuggalega vel eða ekki hérna á Íslandi? Jú, gengið mjög vel í sumar. Þið eru efstar? Við erum í öðru eins og staðan í dag, það eru 2 stig á milli okkar og toppliðsins. En við eigum þær eftir, þannig að það allt í boði, sko. Hvenær sá leikur? 8. september, minnum ég. Já, spennandi. Já. Og þú ert miðvörður, sagðirðu? Já, miðvörður. Og hvenær byrjar þú að spila fótbolta? Nú ég bara aðeins forritin. Heyrðu, ég byrja 4 ára. Það alveg þarna, já, 4 ára. Þetta var ákveðið alveg frá byrjun. Já, og mörg systkini sem voru öll í fótbolta, sko, og var send með þeim á æfingu. Varstu sátt við það? Varstu spennt að byrja eða varstu dregin? Ég var dregin, sko. Mamma segir ég hafi bara verið að telja fyririldi á svona fyrstu æfingunum. En svo þetta var mjög, ég held að það hafi samt verið mjög fljótt að gera, sko, eftir að ég byrja. Já. Og svo fórstu og þræddir öll þessi mót sem ég að elda dóttur mín á núna. Já. Og bara aldrei hætt, aldrei fengið leið. Nei, ekki svo í muni, sko, þetta hefur alltaf verið, og fótboltinn einhvern veginn var alltaf bara, hann var alltaf í fyrsta sæti og hann fékk að vera það. Já. Mamma bara gaf öllu hinu, leyfði mér bara ákveða það að hitt fekk þá bara aðeins að sitja, þannig að maður fekk svona eldast við þetta. Já. Lagðirðu meira á þig heldur en þú þurftir, fórstu auka, svona, varstu lengur, mættirðu fyrr, var þetta eitthvað þannig? Sko, ég man það ekki og ég veit ekki að því að mér finnst þetta, þegar maður svona hugsa tilbaka að þetta var bara svo gaman. Ég man ekki eftir þessari erfiðisvinnu, sko. Ég var bara að hafa gaman. Já. Og kannski stökkst út í fótbolta með vinkonunum bara alltaf þegar þú gast. Já, og eins og í skiluru öllum frímínútum í skóla með svona, það var bara kósveittur í fótbolta með strákonum, sko. Það var alveg svoleiðis. Í hvaða skóla varstu? Ég var í Síðuskóla. Já. Og Þór Káa verður til hvenær? Var þetta ekki alltaf sitt okkur lagi fyrst? Jú, þetta var sitt okkur lagi og þetta ætlaði ekki verið svona 2005-06 kannski sem að ég spila mitt fyrsta tímabil 2007, þá var þetta bara svona tiltölulega nýtt, sko. Myndirðu ekki segja að þetta hefði verið gæfuspor? Sameiginlega lið? Jú, algjörlega og það var einhver umræða núna fyrir síðasta tímabil, fyrir tímabil 2017 að slíta þessu. Já, þá reisuðu þið bara upp á aftur. Já, það bara engin grundvöllur fyrir því, finnst mér að vera með 2 svona ágætt kvennalið á Akureyri. Þetta á bara fyrir mér að vera saman og vera með eitt gott. Já. Frábært. Og einhverju markmið, ertu búin að setja einhverju markmið, nú sagðistu vera hvað, 26 ára? Já, 26 ára. Og hvað getur þú spila, hvað sérðu fyrir þig fótboltann bara næstu 10 árin eða meira? Já, vonandi bara ef líka minn leyfir það, sko. Já. Það væri alveg, mér finnst þetta ennþá jafn skemmtilegt og í yngri flokkunum, sko. Og þú ert ekki að berjast í nein meiðsli eða hvað? Nei, ég hef verið alveg ótrúlega heppin, sko. Það alltaf hnjask svona hér og þar, en svona þannig séð hef ég verið mjög heppin, sko. Já. Þannig að já. Það bara, þú stefnir að spila áfram með þessu liði og þú er búin að vera á Ítalíu, sagðir mér, og Svíþjóð. Já, ég er búin að reyndi fyrir mér í Svíþjóð 2015 og bara gríðarlega skemmtilegt og góð reynsla og geta alveg hugsað mér að fara aftur þangað, sko. Svo er ég búin að prófa að fara suður og ég fór til Ítalíu fyrir áramót sem að mér varst ekki spes. Nei. En ég skrifaði undir, ég klára samningi minn eftir næsta tímabil. Já. Og þá bara svona tekið stöðuna hvar í stend, hvort að maður kíkja eftir út eða
haldið áfram hér. Og ertu að klára núna nám við Háskólann Akureyri eða ertu að byrja? Nei, ég semst búið með 1 ár. Ég að byrja annað ári núna. Já, sjávarútvegsfræði. Já, sjávarútvegsfræði. Þannig að þú hefur einhverja hverfa þegar fótboltanum líkur. Já, maður verður víst að hafa eitthvað plan B, sko. Skyndsöm stúlka. Takk kærlega fyrir komuna og bara gangi ykkur svakalega vel í Evrópudeildinni sem og á Íslandi. Og bara áfram kafa Þór. Takk fyrir það.